Sælt verið fólkið og velkomin með mér í enn einar gletturnar. Nú, ég staddur í hlaðinu á Brúarás skóla. Þetta skóli sem stendur hérna syðst í Jökulsárhlíðinni, eiginlega beint á móti þar sem að þjóðvegurinn fer austur yfir heiðarendan til Egilsstaða. Nú, í þessum skóla eru núna það bil 37 nemendur. Þessi nemendur hafa vakið á sér athygli fyrir góðan námsárangur og ekki síður fyrir framúrskarandi árangur í þrautakeppni sem haldin var í Reykjavík á dögunum, en þar öttu nemendur hérðan kappi við jafnaldra sína víðsvegar af landinu. Nú, það var ekki að spyrja því að stelpuflokkurinn hérðan sigraði og strákarnir lentu í 4. sæti. Frábær árangur. En við skulum kíkja inn í skólan og fræðast skólastarfið. Þetta nú einn af þessum litlu og notalegu sveitaskólum, en hér eru nemendur sem hafa skarað fram úr. Stúlkur sem gerðu garðinn frægan í Reykjavík síðastliðinu laugardag og sigruðu þar í keppni þar sem verið var að vinna með svona forritun og róbóta og annað slíkt. Hvernig var Reykjavíkurferðin? Var gaman að fara? Mjög gaman. Þetta verkefni, hver eru búin að vinna þessu í margar vikur? Já, cirka 6 vikur. Í 6 vikur? Og eru stelpurnar hér á Jökuldalum og í hlíðinni, eru þess svona klárar? Já, svona já, fyrir. Eru þið klárar en strákarnir? Já, svona. Jú, svona eitthvað öðruvísi leyti svona. Hvað heitir hópurinn? Við heitum 0% englar. Má ég sjá, þú ert merkt þeim? Já. 0% englar númer 9. Já. Og hvernig kom nafnið til? Við fundum það eiginlega bara á netinu og fannst þetta mjög flott og nafn og svona öðruvísi. Þeir fóruð söður með ykkar mekanik sem voru búin að búa til og líkja yfir. Áttu von á því að vinna? Nei. Við vorum svona eiginlega með mjög litla trú á okkur svona einhvern veginn. Þið hafa kannski fengið sjálfstraustið og trúna þegar þið sáu það að þið voruð ekkert síðri heldur en hinnir. Já, svona eiginlega. Hvað ertu með þarna í hendinni? Þetta hluti af verkefninu? Já, þetta rannsóknarverkefni okkar. Þetta líkan af tjaldi svona fyrir sauðfé til að vera inni ef það kemur eldgos. Við skrifuðum eldgos og hvernig eldgos verða. Já, við vorum að gera rannsóknarverkefni og dagbók. Við þurftum að skrá niður allt sem við gerðum hverjum degi og svo var líka skemmtiatriði sem að, já. Og þetta hefur allt verið metið saman? Já, þetta gefið verðlaun fyrir dagbókina og rannsóknarverkefnið sér og svo fyrir allt. Þetta hefur verið fróðlegt og skemmtilegt? Já, þetta var mjög fróðlegt. Tekur undir það, fannst þér þetta fróðlegt? Ertu fróðar í dag heldur en þú varst fyrir 6 vikum? Já. Hvað fannst þér nú skemmtilegast að eiga við? Rannsóknarverkefnið fannst mér mjög skemmtilegt. Það getur nú orðið náttúruhamfarir hér á Jökuldalum. Hefur þetta ekki verið fróðlegt að grúska í þessu? Rosalega fróðlegt. Ég læriði allavega helling af þessu. Og bara alls konar gerðir af eldgosum sem ég vissi ekki að væri til og... Þetta var svona tilnefningar, 3 tilnefndir og svo var valið af þeim 3 það besta og þeir fengu bikar. Þú varst hérna með róbótinn áðan. Hvað heitir hann? Gella. Og hann forritaður. Þeir eru búin að forrita hann og látið hann gera svona ýmiss konar verkefni, sækja hluti og færa þá til. Við notum tölvuna í að forrita hann og svo svona USB-snúra sem að sendir forritið frá tölvunni og inn í hann. Eru þá ekki orðnar snillingar í að forrita? Jú, ég myndi segja það. Eða betri heldur en við vorum. Við kunnum ekkert á þetta í byrjun. Og ætlaðu ekki að halda áfram á þessari braut? Geta alveg verið. Búa til fleiri róbóta, kannski hanna róbóta sem getur gefið fénu og öðrum púpeningi? Það væri mjög gagnlegt. Hverjar eru bestar? 0% englar! Já, ég var náttúrulega alveg sérstaklega montinn. Það vill þannig til að áður en ég var hér skólastjóri var ég hér kennari og innleiddi þetta verkefni að taka þátt í þessari First Lego keppni sem að
hentar svona okkur mjög vel. Við höfum tekið sem sagt unglingastigskrakkandi, við höfum tekið alveg heilu bekkjadeildirnar sem hafa keppt og þetta er svona fjölþætt verkefni þar sem allir eigur nú eru að geta fundið eitthvað svona við sitt hæfi og notið sín í. Og svo erum við búin að fara, sem þetta er 7. árið sem Brúarskóli fer og við höfum nú komið með bikar áður heim en aldrei 2 og fyrsta skipti sem að við semst vinnum aðaliðið. Þetta var bara eins og Eurovision þegar þetta var tilkynnt. Það reynir svolítið á taugallar, þetta er nákvæmnisvinn og ýmislegt getur farið úrskeiðis. Já, ef við kannski, strákar, reyndi þetta á taugarnar. Aðeins, þetta er hrikaleg pressa. Ég er ekki viss sem ég hefði höndlað þetta verið þegar ég var 14 ára. Að vera upp á sviði og svo náttúrulega stór skjámynd af manni og svo er þeir að reyna að gera þetta allt saman á tíma. Ég ímynda mér það sé mjög erfitt. Ég hef aldrei prófað það sjálf. Og er þetta ekki líka þroskandi að gera þarna verkefni og dagbók með og að rannsaka mál sem getur nú kannski gagnast þeim í lífinu síðan meir? Jú. Og bæði liðin okkar fóru í það að taka einhver mál sem snertu bara Íslendingabeint af því að núna var þemað í ár náttúruhamfarir og strákarnir tóku fyrir snjóflóð og snjóflóðavarnir og svona einhverjar nýjungar í snjóflóðavarnum og stelpurnar eldgoss og vandamál sem geta tengt búfénaði og þannig að jú, því ég held að ég hafi lært á þessu og það var bara gaman fyrir því að pæla í þessu. Og hvernig var skemmtiatriðið? Það var bara stuttmynd svona sem við gerðum hérna strákarnir í skólanum. Við leikum allir í því. Skemmtilegt að taka þátt í svona verkefni? Já, frekar. Tókum náttúrulega þátt í þessu fyrra. Og fræðandi fyrir ykkur? Já, mjög. Hvað fannst þér skemmtilegast að eiga við? Mjög gaman í rannsóknarverkefninu. Það er svo fræðandi. Og hvað var það til dæmis sem að þú rannsakaðir? Snjóflóð. Já, það var eiginlega eina sem voru í rannsóknarverkefninu. Og ertu orðin sérfræðingur í snjóflóðum? Eiginlega ekki ég. Hvaða sæti lentu þið? 4. Lentuð þið 4. sæti? Já. Og stelpurnar ykkar unnu ykkur? Já, það mjögst vera svo. Var það ekki svolítið súrt? Smá. Eru stelpurnar hérna kannski bara klárari heldur en strákarnir? Já, það eru ansi klárar sko. Þið eru búinir að fyrirgefa þeim? Já, það er svo sem ekkert mikið að vera að fyrirgefa sko. Ég var að finna heimildir og safna myndum fyrir verkefnið. Við tókum svona viðtal við mann sem er búinn að vinna í snjóflóðavarnargörðum. Við tókum viðtal við hann sko. Ertu búinn að jafna þig eftir að stelpurnar skákuðu ykkur? Það tók smá tíma sko, nei. Já, við samklæðumst þeim bara, þetta var mjög flott hjá þeim. Og já, við vorum ánægðir með 4. sæti sko, eða allavega ég, það er betri árangur fyrra, við vorum næst síðast þá og þannig að þetta er bara mikil bæting. Hverjir eru bestir? Bleikjaspennan! Og trufla íþróttakennarana aðeins? Já. Þetta er ekki dónalega aðstæða sem þið hafið hér? Nei, þetta er rosalega flott aðstæða, bara allur skólinn heild sinni er bara mjög fínn og salur er náttúrulega bara frábær. Hvað er þetta að láta þau gera? Hvers konar æfingar eru þetta? Herðu, nú eru þið í svokölluðu píptesti, þar sem eru að hlaupa bara, þau hafa ákveðin tíma til þess að fara 20 metra milli lína og svo er bara að sjá hvað þau komast langt og þá getum við mælt svona cirka þoltöluna þeirra. Nú er þetta verið að tala að börn á Íslandi hreyfi sig ekki nógu mikið, borða of mikið og séu þung. Ég hef ekki séð annað en að þessi krakkar séu í góðu standi. Já, þau eru nú flest í góðu standi hérna og þau eru líka bara dugleg að hreyfa sig og það eru mikið svona sveitakrakkar og flest eru nú einhverjum íþróttum þótt að segja ekki allir en þau svona reyna eins og þau geta og bara duglega krakkar. Ég náttúrulega er í þessum skóla einu sinni í viku og svo er ég líka í Egilsstaðaskóla. Þannig að þetta er bara mjög skemmtilegt, þetta er svona sikkurt sýnin á þetta, hérna er svona rólera með svona meira æsingur hinum megin og fleiri nemendur. En þetta eru svona stærri hópar og breytt aldurspill. Þá er ég sestur á skólabekk rétt eina ferðina. Fékk inni hérna í Brúarás skóla og ég náttúrulega var heldur ódæll eins og venjulega þannig að skólastjórinn ætlar að taka mig á beinið en ég ætla nú aðeins að spyrja hana skólahaldið í leiðinni. Brúarás skóli, hvað eru margir nemendur hjá þess?
Þetta samrekin leik- og grunnskóli og í grunnskólanum eru 37 nemendur og 7 í leikskólanum. Gætu verið kannski miklu fleiri? Já, húsnæði býður alveg upp á að við myndum vera með svo litið fleiri, auðvitað ekkert kannski ægilega mikið fleiri, en ég held svona mest hafi verið alveg svona í kringum 50 nemendur hérna. Er unga fólkið að fara úr sveitinni, fækkar unga fólki? Nei, kannski, jú, auðvitað er það að fara og það hefur alls ekki orðið nógu mikil nýliðun náttúrulega til sveita. En það er auðvitað svona aðeins sem að sé svona smá að það er að koma tilbaka en auðvitað þyrfti að vera miklu meira. Væri kannski ástæða til þess að reyna að hækka þá barnseigna aldurinn? Já, ég held að það þyrfti bara að hækka hann ansi mikið í þetta. En við sem höfum nú svona reynt að standa okkur nokkuð vel, svona mín kynslóð sem er búsett hérna, en ég held að sé ekki hægt að ætlast til meira af okkur sem sagt. Fullnýtt? Já, við erum alveg fullnýttar í barninum. Hvaðan koma krakkarnir? Krakkarnir koma hérna úr þessum sem skólahverfi Brúarásskóla, þessi gömlu 3 hreppar hér, Jökulsárhlíð og Hróarstunga og Jökuldalur. Og það er skólahverfið okkar, en síðan fáum við líka úr þéttbýlinu frá Egilsstöðum dálítið af nemendum. Af hverju leggja þeir á sig að aka frekar hingað yfir heiðarendan heldur en að fara í skóla á Egilsstöðum? Já, það er nú svona aðeins misjafnar ástæður, en svona stærsti hlutinn á svona einhver tengsl hérna á svæði, foreldrar sem voru jafnvel hér í skóla og svo er þetta stundum líka bara svona félagslegar ástæður og jafnvel námsástæður, bara það sumir foreldrar telja að börnum sínum henti betur að vera í svona smærri einingum. Þetta er náttúrulega svona allt frekar smátt í sniðum hjá okkur. Talar smærri einingar, það eru ekki margir hér í hverjum bekk eins og sagt er. Fá ekki börnin bara betri kennslu og betri útkomu með þessu móti? Já, ég skal nú ekki segja það, en það er allavega þessu fylgja náttúrulega tvímælalaust kostir, en auðvitað fylgja líka gallar sko. Þannig að þetta er auðvitað svona frekar, ég myndi segja að stofninu væri svona svolítið eins og heimili og svolítið fjölskylda og það þurfa allir að læra að umgangast hvor aðra og bera virðingu hvor fyrir öðrum og það er ekkert boði að eiga ekki samskipti í raun og veru. Þetta kannski myndar svona heimilisbragur og auðvitað eru svona kannski oft á tíðum kannski svona persónulegri tengsl milli kennara og nemenda. Já, það verða að líða að hádegi og ég fann að það var matarlykt að berast skólan og auðvitað fann ég náttúrulega eldhúsið. Hér er verið að útbúa hádegismatinn. Hvað verður í hádegismatinn? Blóðhúsverðar þessu. Steiktur fiskur. Steiktur fiskur og grænmeti og svona meðlæti, þetta hefðbundna. Eru krakkarnir, ertu með salat, eru krakkarnir duglegir í grænmetinu? Já, ef við höfum þetta svona, bara sneitt niður, ekki með neinu dótari í, þá er það svona, allavega þau borða það freka þannig. Þetta er náttúrulega hollur og góður matur. Já, ef ekki segja það. Það sé nauðsynlegt. Hér er sítrónulykt. Verða sítrónur með, hvað verður í matinn? Steiktur fiskur. Steiktur fiskur, það er ekki dónalegt. Við höfum sítrónuna með. Ilmur af sítrónunum, lofar góðu. Og eru allir krakkarnir, 40 talsins og náttúrulega kennarar og starfsmenn líka. Hvað eru margir í mat hjá þér? Það er svona 60 pluss. Svo eru stundum einhverjir svona aukamenn eins og smiðir sem eru núna og tónlistarskóla sem kennarar og svona. Við myndum aðeins misjafnt eftir dögum. Hvernig eru krakkarnir? Eru þau ekkert matvönd? Nei, þau eru ótrúlega lítið matvönd. Einstaka náttúrulega sem ekki vill þennan einn og eina máltíð en það er yfirleitt eru þau ekki matvönd. Borða allt sem að þeim er rétt? Hér bil. Ég get ekki kvarta yfir þessi matvönd. Nú hérna niður á neðri hæðinni í skólabyggingunni á Brúarási, þar er rekinn leikskóli. Hvað eru mörg börn hérna hjá þér? Við erum með 7 krakka í vetur. Þannig að jökuldalingar og hlíðarmenn eru ekki alveg hættir að búa til börn? Nei, svo sannarlega ekki. Og ég vona að þeir hætti því heldur ekki. Það þyrfti ekki að fara að bæta við, þyrfti ekki að fara að hvetja þá til frekari barneigna þannig að fjölgi skólan? Jú, það væri náttúrulega voðalega gaman að fá fleiri krakka hérna inn. Við erum með frábæra aðstöðu þannig að það er vel pláss fyrir krakkana og
Þannig að það væri bara mjög skemmtilegt ef þið færi að vinna í því. Já, og fá yngra fólk í sveitina. Já, akkurat. Það væri líka vantar það kannski, þannig að það væri gaman ef þið kemi. Að fjölga hjá þér eða fækka miðað við síðustu ár? Þau eru færri núna í ár heldur en þau voru í fyrra. En það eru ungi krakkar í sveitinni, þannig að ég byrð bara að reynum að koma þeim hérna inn og þá kannski fjölgar. Alltaf jafn gaman í leikskóla? Það alltaf jafn gaman í leikskóla og fjölbreytt og skemmtilegt og krakkarnir náttúrulega alveg yndislegir. Það ekki líka mikilvægt fyrir krakka, ekki síður í sveitum, að fá að komast í leikskóla og hitta önnur börn og leika sér með þeim? Jú, það er náttúrulega mjög mikilvægt og við erum náttúrulega mikið starf unnið. Við vinnum með náttúruna og inni og föndur og í samstarfi við skólan, þannig að auðvitað er mikilvægt fyrir krakkana að komast í kynni við aðra krakka og læra að leika við aðra sína jafnaldra, læra hvert öðru náttúrulega. Ég er komin hérna niður í kjallarann, þar er tónlistarskóli, þar geta börnin fengið að læra á hljóðfæri og hérna er líka upptökustúdíó. Við geta sungið hérna inn á þess vegna diska og farið í diskaútgáfu. Þetta er mjög góð aðstæða sem er búið að því. Já, þetta er eiginlega, þetta er nú, húsnæði var á sínum tíma byggt og hannað fyrir tónlistarskólan og hérna, þetta er lúxus aðstæða fyrir og skiptir okkur miklu máli hérna í skólanum eins og það er mjög mikil samstarf á milli tónlistarskólans og grunnskólans. Árshátíðir hjá okkur til dæmis hafa verið söngleikir núna í 10-12 ár og flestir skrifaðir bara hérna á staðnum og notuð ýmist frumsamin tónlist eða svona tökum tónlist inn í þetta og þá vinnum við þetta hérna og við höfum tekið tölvist upp á tónlisti gegnum tíðina og af bæða þessu árshátíðarefni og svona ýmsu öðru. Börnin eru í skólanum uppi sem sínu daglega námi, fáðu þau bara skjótast úr kennslu til þess að fara í tónlistartíma á neðri hæðinni? Já, þetta er eiginlega þessi lúxus sem maður býr við þegar tónlistarskóli og grunnskóli eru svona saman og þegar samstarf er gott, að þá náum við því að kenna í rauninni tónlistinni á alla skólatíma en það er ekki gott fyrir hér komið með langt að og það er í rauninni ekki hægt að kenna tónlist utan skólatíma nema þá bara í sérstökum tilfellum eða eitthvað sérstakt sem þarf að gera þá fáum við foreldrar til þess að koma með börnin eða sækja þau eftir skóla eða eitthvað svoleiðis. Og er mikil músík í uppvaxandi jökuldælingum og hlíðarmönnum? Já, ég hef stundum verið að hugsa það að það er að fara núna upp í gegnum skólan ótrúlegur hópur af þar segja börnum sem eru búin að ná ótrúlegum tökum á tónlist og eru mikil efni. Það sem ég eitthvað að búa til? Já, það hefur komið svona aðeins í bylgjum en núna eigum við til dæmis hérna krakkar sem eru bara býsna efnileg í því og þau hafa nú verið svona tregari að sýna kannski ljóðlistina sem þau hafa verið að pröfa en lög sýna þau gjarnan og til dæmis í árshátíðinni fyrra þá vorum við með 3 lög sem voru eftir nemendur. Að vinna með svona börnum og unglingum í svona starfi er náttúrulega bara, það eru bara forréttindi mjög skemmtilegt.
Þessi skóli hérna Brúarás, þetta er stórt hús, er þetta ekki svona svolítil félagsmiðstöð fyrir byggðarlagið? Jú, það í gegnum tíðina hefur það náttúrulega verið svolítið svoleiðis og hér náttúrulega funda svona nefndir og kirkjukorinn æfir og þorrablótin eru haldin og menn hafa stoppað hér við og kíkt í kaffisopa og þannig að þetta að sjálfsögðu bara svona sameign samfélagsins hér og svona auðvitað hornsteinn þess og auðvitað gríðarlega mikilvægt fyrir þennan part af héraðinu. Þetta er mjög víðfeðmt sko, þannig að til dæmis sá nemandi sem að koma lengst til mín að koma 60 kílómetra hinga til mín í Brúarás sko. Þannig að skólasvæðið er mjög landfræðilega stórt og keyra margir skólabílar, 7 skólabílar sem koma til okkar. Ég kenndi í Reykjavík áður, þar sem voru kannski 25-26 nemendur í einum bekk, hérna er næstu jafn mikið og allur skólinn hérna. Auðvitað hefur maður meiri tíma fyrir hvern og einn. Þetta er allt önnur stemning, allt miklu afslappara, miklu sveigjanlegra af því að það eru færri og það er svona auðveldara að segja já, þú mátt alveg fara að gera þetta. Þar sem maður kannski var minna í því að gefa svoleiðis fordæmi í stærri skólum. Miklu betri samskipti milli kynslóð eða bekkja og þetta er bara allt öðruvísi. Þetta er notalegt sko. Ja, mér finnst það. Ég held að það fari rosalega vel krakkana hérna og okkur starfsfólki, við erum mjög glöð. Er þetta ekki gefandi og skemmtileg starf að vera skólastjóri og kennari í svona frjóum skóla? Jú, það er það. Bara besta starf í heimi. Ég hlakka til hvers staðar og þeir eru mjög fjölbreyttir og það er bara mjög gaman í vinnunni. Og náttúrulega ég bara vil endilega taka fram að það að hafa frjótt skólastarf og það byggist að sjálfsögðu starfsfólkinu sem ég hef og kennurunum og það er grunnurinn að því að við getum gert skólastarfið gott. Þegar við fluttum hérna austur, ég og dóttur mín, þá sagði hún eftir fyrsta skóladaginn, mamma, það eru allir í þessum skóla skildir mér. Það er svolítið þannig sko. Það eru allir í þessum skóla eiginlega skildir, nánast. Og svona, þetta er svolítið svona eins og fjölskylda. Ætlar á þorrablótið og lögudaginn? Já, ég gerir það. Ég bý nú hérna í Brúarási þannig að ég þarf bara að skokka í planið. Við leggjum á borðið 250 manns núna í þessu skiptið. Hefur verið borðsett hérna verið 340-50. Þetta er fólk hérna sem tengist okkar svæði sem sækir þetta blót. Þetta er gömul hefð að halda þorrablót og gleðjast saman og hafa gaman af sögum náungan og við reynum að fara mjög fínt í það og þræðum vegi sannleikans í Hvívetna. Þetta er nú aðeins skrumskælt og svona fært í stílinn það sem hefur gerst á síðast ári. Svo dönsum við á eftir fram á nótt. Við erum 34 í þessari nefnd núna og við sjáum allan mat, dekkum borð og trog og sjáum að þjóna til borðs og allan pakkan. Þorrablótin er svona liður í því að eyða skammdeginn og taka á móti hækkandi sól. Fyrsti fundur var í desember og það er komið febrúar núna þannig að það er búið að vera að hugsa þetta í 2 mánuði. Ég skemmti mér allavega ágætlega í gærkvöldi þegar við rendum þessi gegn og þannig ég vonast til þess að aðrir gera það líka í kvöld. Við höfum það markmið nefndin að skemmta okkur líka og hafa gaman að þessu og þannig að allir í salnum geti skemmt sér. Mér finnst það sem ég farið að blóta þá er tekið svona alveg í botn eins og menn telja siðlegt. Og við gerum það náttúrulega. Við förum eins langt þess að við höfum hugmyndaflug til held ég. Þar verður stuð? Þar verður stuð. Ég er með þessi hljómsveitinni sem er að fara að spila þannig að ég lofa stuði. Og ég þarf að